á maki að greiða húsnæðislán sem hann á ekki? Ég sá þessa spurningun á Fjármálatips og þar setti maðurinn inn að hann ætti 100 milljón króna eign og tók skýrt fram, þau eru ekki skráð í sambúð, þau eru engin börn saman og hún á ekkert í eigninni. En hún átti 2 milljónir inn á bankabók eða sparnaðarreikningi sem þau voru að spá í að hún myndi borga á lánið og lækka þar alveg greiðslubyrðin hans. Mér fannst mjög gott að sjá að eiginlega allir sem svöru fannst þetta mjög vond hugmynd og margir karlmenn eru hreinlega bara reiðir að taka spar við kæristunnar og nýta sér í hag. Því að það er rosalega mikilvægt, maður getur ekki sagt þetta nógu oft. Ef að þú átt ekkert í eigninni, þá þarft að passa þína fjárhagslegu hagsmuni vegna þess að segjum að þau væru saman í 5 ár, svo hætta þau saman. Og þá er þetta bara næs gjöf sem hún gaf kæristan sem einhver tímapunkti því hún fær ekki þess að 2 milljónir tilbaka á að vaxtareikna þær, þú veist hvernig ætlum við að hafa þetta, eða var hún bara eins og segi, var hún bara að gefa kæristanum 2 milljónir, því að þú getur aldrei undir neinum kringstæðum farið í fjárhagsleg samkrull ef að þínir hagsmunir ekki tryggðir. Þannig að ég sé alltaf upphæfis gildi endin skoða. Áður en þið farið í eitthvað svona samkrull, skoðið við útgönguleiðirnar, því að það er svo auðvelt að semja þegar maður er ungur ástfanginn, það er erfiðara að semja þegar sambandsslitin eru komin og jafnvel andlát og þú hefur engin réttindi. Það er ekki góð stað til að vera.